Komið sæl, hér sjáum við tunglmynd sem að var tekin í dag, ekki á morgun eins og stendur á myndinni. Þetta er mynd frá því klukkan 18 mínútur yfir 5. Við sjáum að það var svolítið skýjað yfir austanverðu landinu og var svolítil úrkoma hér á Austfjörðum og með suðaustur ströndinni og svo voru nokkrar gróðraskúrir sem að fjallu hér á höfuðborgarsvæðinu. Þær urðu nú svo sem ekki að mikill uppsafnaðri úrkomu en það er kannski óþarfi að vökva grænmetisgarðana í kvöld. Hiti fór í 22 stig bæði á Hvanneyri og eins á Hafurfelli. Og svo fór hitinn víða í svona 15 til 18 gráður annars staðar á landinu, 19 gráður á Akureyri og 18 gráður á Botni í Súgandafirði og svo var líka nokkur hlýtt á sunnanverðu landinu en svalara hér suðaustan og austanlands þar sem að sólin náði ekki að skína. En við sjáum yfirlitskortinu og hæðin mikla sem hefur verið yfir landinu er farin að gefa eftir og lægðasvæði suður í hafi svona stýrir aðeins til okkar rakara lofti. Við sjáum að úrkoman er nú meira minna hér suðaustur af landinu en ekki innanlandi en þá má búast við skúraveðri á mánudag og síðan á þriðjudag. Á hitastigsskortinu sjáum við að það er svolítið svalara loft sem fylgir þessari lægð þannig að það má segja að svalalofti komi að sunnan en síðan á mánudagskvöld og á þriðjudag þá sjáum við að við fáum þarna kaldan poll úr norðri yfir norðanvert landið. Þetta veldur því að hitastigið á landinu það fellur talsvert frá því sem að verið hefur og verður líka til þess að það verður einhver úrkoma í kortunum á þessum dögum. En á hreyfimyndinni hér sjáum við hvernig skýjahulan svona kemur og fer. Það verður nokkuð svona einhverja súld eða þoku við ströndina á morgun. Síðan má alveg búast við því að verði skínandi sól og bjartviðri inn til landsins en á mánudag þá hins vegar er svona útlit fyrir að þykkni upp, sérstaklega þegar líður á daginn og verði einhver rigning í flestum landshlutum á mánudagskvöld. Það er semst að kvöldi 17. júní og svo er áframhald á þessari úrkomu á þriðjudag. En hér sjáum við kort sem að gildir klukkan 15 á morgun. Þá er svona norðlæg eða breytileg átt víðast hver á landinu, einhver hafgóla líklega hér suðvestan til. Það er þokumóða allvíða í kringum landið og hún gæti alveg gengið svona inn á land og inn á strönd og þá náttúrulega þykknar upp og kólnar leið. En þar sem að sólin nær að skína, þar ætti nú að vera svona, kannski 15 til 18 stiga hiti, gæti alveg ná 20 gráðum einhvers staðar í innsveitum á Norðurlandi í skjóli og sólskini. En á 17. júní þá er nú fínasta veður víðast hvar framan af degi. Það er svona þessi norðaustan eða breytileg átt sem er útlit fyrir norðanátt á norðanverðu landinu en svolítið breytilegri átt hér sunnan til. Það ætti að byrja svona sólríkt og fallegt dagurinn ætti að byrja sólríkur og fallegur en hins vegar þykknar upp smám saman þegar líður á daginn og er síðan útlit fyrir skúri síðdegi sérstaklega á suðvestanverðu landinu en svo rigningu allvíða landið á að kvöldi 17. júní. Á þriðjudaginn 18. júní þá er úrkoma svona víðast hvar á landinu. Það er ekki alveg ljóst með það hvort að ná að rigna mikið á vestanverðu landinu eða á vesturlandi sem slíku en annars staðar ættu að vera einhverjir dropar, helst að sunnanverðir, vestfirðir og Breiðafjörður kannski séu undanskildir. En þannig sjáum við hitastigið ferð að lækka talsvert. Á miðvikudag þá er nú ansi svalt svona í kortunum með við þetta. Það er þó ekkert útlit fyrir að þetta verði kannski viðvarandi og gæti vel orðið hlýrra ef að sólin nær sér á strik. En ef við bregðum okkur aðeins til Evrópu og þá sjáum við að það er nú svona aðeins farið að róast veðrið í Norður-Evrópu og farið að skína sól þar en það er búið að vera mikið þrumuveður og allvíða varað við þrumum og eldingum og jafnvel hagli í mið-Evrópu. En við sjáum að það er svona útlit fyrir að sólin nái að stinga sér niður víðast hvar á svæðinu á morgun. Það er þó ekkert ofsalega hlýtt, til dæmis í Kanaríeyjum, það er útlit fyrir að hiti verði svona 19 til 25 gráður. En í Bandaríkjunum og Kanada þá hefur verið svolítill óróleiki, það er ennþá talsvert þrumuveður og jafnvel skýstróka í miðríkjunum og til norðurs en síðan er orðið hlýrra í eyðimörkinni og við vesturströndina þó það sé svolítið skýjað þar svona miðað við árstíma. En það er áfram þessi hæga breytilega átt yfir landinu en kannski norðlægari með norðurströndinni. Það verður örugglega sól og blíða víða í innsveitum á morgun en þokuloft við ströndina. Verið sæl.